Jón Daniel Jónsson matreiðslumaður frá Sauðárkróki sem hefur lagst í Víking til Rússlands og Síberíu í þeim tilgangi að kynna fyrir þarlendum kokkum gæði íslenska lambakjötsins. Þetta svo kölluð masterclass námskeið og það felst í því að þá ertu að sýna mismunandi aðferðir og rétti og bara allt mögulegt hvað hægt að gera við hráefnið. Það svona hugsunin á bak við það. Byrjum á þess að því hvert hefur þið farið? Ég er búinn að fara til Moskvu og Pétursborgar. Fyrsta ferðin var Moskva og Pétursborg, síðan bara Pétursborg og svo fór ég til Síberíu, borg sem heitir Novosibirsk og endaði í sömu ferð í Pétursborg. Ef við stöldrum við í Síberíu, hafa þeir áhuga á íslensku lambakjöti þar? Já, hafa ekki allir áhuga á íslensku lambakjöti? Já, nú veit ég ekki, ég spyr. Ég vona það allavega. Jú, þeir sýndu mikinn áhuga og Síbería er ekki eins og við höldum bara sífreri og gúlagfangelsi, en þetta var bara heljar stór borg og svolítið mikið sovjískari heldur en þessar tvær fyrrnefndu, Moskva og Pétursborg. Og en þetta var mjög skemmtilegt að koma þarna. Fólk hefur það ágætt þarna greinilega og Á hverju lifir það? Það er bæði námuvinnsla, það er skógarhögg, það er olía og gas, þannig að það er gífurlega mikið af auðlindum þarna og það þurfa allir að borða. Já, og því ekki íslenskt lambakjöt. Því ekki íslenskt lambakjöt. Já, en hugmyndin hún gömul? Hvernig kom þetta allt til? Já, þetta kemur til út af því að það voru framsæknir Íslendingar sem stofnuðu fyrirtæki þarna út í Rússlandi sem heitir Ice Corpo og sem hafði það markmið að flytja íslenskar matvörur aðalega og bara vörur yfir höfuð til Rússlands. Það er svona grunnurinn og svo hafa þeir líka farið í að reyna að flytja rússneska vörur aftur tilbaka til Íslands og það er svona þeirra hugmynd og Ágúst Andrésson sem er sláturhússtjóri hann er stjórnarmaður í þessu fyrirtæki og hann svona fékk mig í upphafi til þess að fara þessa fyrstu ferð og svo hefur þetta aðeins undið upp á sig og við höfum svona verið að reyna í sammenningu að kynna þetta lambakjöt og aðeins að fiski og hliðsann. En var þetta kannski hlekkurinn, er þetta hlekkurinn sem vantaði vegna þess að eitt er að selja vöru til útlanda en ef að fólki þar veit ekki hvernig á að handa þetta eða hvernig, er ekki fræðsla sem það? Jú, það náttúrulega og þessi fræðsla sýna fram á gæði kjötsins, það er kannski númer 1, 2 og 3 vegna þess að við erum svolítið að markmið er inn á svona dýrari markaði og þetta er klárlega hráefni sem kostar peninga og þetta er þó nokkuð dýrara heldur en annað lambakjöt þarna úti, það er náttúrulega þeir hafa aðgang af ýmsu mörkuðum þó að Evrópa sé lokuð núna en þannig að það er eiginlega málið að sýna þeim fram á að gæðin séu það mikil að það sé óhætt að kaupa það á þessu verði. En það er ekki svo að þið sé að reyna að kenna þeim að búa til slátur? Nei, það er ekki þannig. En hvernig fer þessi kennsla fram? Segðu mér aðeins hvernig námskeiðin eru byggð upp. Þetta eru sem sagt uppbyggingin á þessu er svona sýnikennslu eldhús og þá hefur reynt að vera með svona 10-12 rétti og reynt að sýna svona sem flesta svona tekník í eldamennsku og sem sagt bæði líka gefið þeim að smaka hrátt, verið að útbúa carpaccio og svona sashimi, þessu japanska og þannig að svona sýna fram á að gæðin séu það mikil að þú getur, jafnvel borðað hrátt. Það er svona, og bara, frá íslenski kjötsúpu og upp í steikur, langtímaeldar og allavega. Þetta fer svolítið mikið þannig fram að, Ice Corpo er með samstarfsaðila, einhver stór fyrirtæki sem eru dreifingafyrirtæki og svo framvegis og þeir eru að bjóða kokkum, veitingastjórum, hótelstjórum og svona food og beverage managerum á hótelum stórum og þetta eru svona þeir sem eru að koma á þessi námskeið og jafnvel söluaðila líka. En þú nefndir áðan að Evrópa væri lokuð, eða markaðurinn frá Evrópu. Við erum ennþá í Evrópu, er það ekki? Hvernig komumst við fram hjá þessu? En einhverja hluta vegna þá er Ísland opið.
það hinnir órannsaklanlegu vegir pólitíkarinnar, ég veit ekki alveg út af hverju, og svo sem enginn vill segja út af hverju. En þetta glufa sem við erum að nýta okkur? Þetta glufa sem við erum að nýta okkur og þurfum að nýta okkur. En það tekur allt tíma. Já, en ertu orðinn frægur? Hvernig? Ég upplifði mig svolítið frægan í Síberíu, það var bara alveg lygilegt, sko. Segðu mér. Þetta var þannig að við vorum með svona íslenska daga þarna á veitingahúsi sem er bara svona lítið huggulegt veitingahús og þetta var mjög vel auglýst upp í borginni alveg. Það voru svona, þegar maður fór að líta í kringu sig þá voru svona stórar auglýsingamyndir á byggingum og annað og þar fór ég að sjá andlitið á sjálfum mér allt í einu og inn á ótrúlegustu veitingastöðum á skjám og allavega, þeir eru mjög mikið fyrir skjá auglýsingar út allt, sko. Ég fór í 3 sjónvarpsviðtöl á þessum 2 dögum sem ég var. Ég fór í 5 blaðaviðtöl. Þannig að það var bara túlkur með mér eiginlega alveg stöðugt, sko. En svona rosalegur áhugi? Já, það mikil áhugi. En hvað framhaldið? Hvert verður framhaldið á þessu? Það verður svolítið bara að ráðast, sko, þetta náttúrulega mjög svona tvísýnir tímar allstaðar og ekki síst í Rússlandi. Það eru efnahagsstrengingar hjá þeim út af þessu Úkraínustríði og það svona, ég vonandi verður bara áframhald á þessu og þeir bíða allavega eftir að fá fleiri svona námskeið, það er alveg klárt máli, en það er svo mikið hægt að senda menn endalaust til Rússlands og halda námskeið og selja ekki neitt, þannig að það er svona kannski grundvöldur fyrir því að fara að hreyfast meiri sala, það er svona, en það eru öll teikn á lofti með það að það sé að hreyfast svolítið vel. En lendir ekki neinu vandræði með að koma með hrátt kjöt til Rússlands, var það ekkert flókið? Nei, það var búið að ganga frá því áður við fórum að þetta var svo sem ekki stórt, ekki mikið af ráðum sem við tókum með okkur, sko. Nei. En það sem að náttúrulega Æskorpo var nú með fyrir slattarhöfn, en það sem við komum með að það fórum við með niður í bara utanríkisráðuneyti og svo sem ekki Gunnar Bragi við minn sem að sá það, heldur annar vinur minn í utanríkisráðuneytinu sem heitir Friðrik Sigurðsson, er kokkur þar og hefur mikið unnið fyrir utanríkisráðuneyti út allan heim og hann skellti þessu bara fyrir mig í frauðkassa og svo sett á þetta innsigli og ég fæ fullt af pappírum og á þessum pappírum stendur og þeir með ekki einu svona opna kassana, þannig að þetta var ekkert vandamál. Nei. Þetta var bara diplómatískar leiðir. Allar nýttar til þess ítast. Já. En bara að lokum, Jón Daníel, við sitjum hérna inn í stofinu hjá þér í veitingastaðnum sem er hérna á Króknum. Hann heitir Drangey, hvorki meira minna. Og hvað ertu búin að vera með hann opinn lengi? Þetta er annað sumarið, þetta er svona sumarveitingastaður sem við rekum hérna, ég og Eiður Baldursson félaginu. Er lambakjöti gert hátt undir höfði hér? Já, lambakjöti og bara öllu því sem við náum í hér í héraði, það er eiginlega, við reynum að draga ekkert í bú nema það sem við höfum bara svona næst okkur, það er markmið, þannig að við höfum lamb og hross og fisk og villibráð, það er svona aðalhöfni. Spennandi tíma framöndan hjá ykkur? Já, það er alltaf spennandi tímar. Allt sem að framtíðin beri skutt sér spennandi. Já, látið það vera lokaorðið.